sem tillaga að stefnu fjölmenningarlegu skóla- og frístundastarfi, samanber 28. lið fundargerðar borgarráðs frá því 15. maí og þá tekur tillögu flytjandi borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir til máls. Frú forseti, ágæta borgarstjórn og góðu gestir. Hér tala ég fyrir stefnu fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf sem hlotið hefur nafnið Heimurinn hér og var samþykkt samhljóða af fulltrúum allra flokka í skóla- og frístundaráði í síðustu viku og borgarráði einnig í síðustu viku og við fögnum auðvitað þeirri góðu samstöðu sem hefur ríkt í allri þessari vinnu. Aðeins að upphafinu að þá fer starfshópur af stað árið 2010 við að móta stefnu Reykjavíkurborgar, nú stefnu skóla- og frístundasviðs fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf, en það þýðir þó ekki að ekkert hafi verið unnið í málunum áður en til þessara stefnumótunar kom. Mér minnir að það hafi verið árið 2007 sem við ræddum mjög mikið hér í borgarstjórn Reykjavíkur ákveðna aðgerðaáætlun eða framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda og fjölmenningar og það voru raunar margt annað undir heldur en bara skóla- og frístundamál. Í kjölfarið að þeirri umræðu allri þá fer af stað hópur sem gekk lengi vel undir nafninu Liljuhópurinn í höfuðið á þáverandi varaformanni menntaráðs sem lagði fram mjög margar góðar og brýnar tillögur fjölmenningu í þó aðallega grunnskólum. Hér gerast þau tíðindi að fyrsta heildstæða stefnumótunin í málefnum barna með annað móðurmál en íslensku og velendum uppruna tekur heildstætt á þeirra veruleika í bæði leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi og því ber mjög að fagna og í þessari vinnu allri þar sem að fulltrúar allra þessara þriggja fagstétta, leikskólans, grunnskólans og frístundarinnar hafa 8 fulltrúar sem hafa tekið með virkan þátt í starfi hópsins sem og foreldrar hafa lagt mjög mikla áherslu á 3 stoðir sem ég ætla að fá að lýsa hér örstutt. Þessar 3 meginstoðir stefnunar eru í fyrsta lagi fjölbreyttir kennslu- og starfshættir, í öðru lagi íslenska sem annað mál og virkt tvítengi og í þriðja lagi foreldrasamstarf. Og það sem þessi starfshópur hefur gert í rauninni á starfstíma sínum sem að telur núna 4 ár að leita mjög fanga og sem víðast til þeirra sem vinna á vettvangi að þessum málum hvað á að vera meginstoð í svona stefnumótun. Þar kemur foreldravíddin eða foreldrasamstarfið aftur og aftur upp. Það er mál manna þeirra sem vinna á vettvangi hvort sem í leikskólum, grunnskólum eða í frístund að góð samskipti og gott samstarf og skilningur á menningu barna, heimamenningu þeirra til að mynda, að hann sé til staðar og skólarnir hafi svona ákveðið eða borgin ákveðið frumkvæði að því að styrkja þetta samstarf. Því öll erum við ólík, það sem hentar einni fjölskyldu hentar ekki þeirri næstu og þetta samtal, sérstaklega fyrir fólk sem að fóta sig hér í nýju landi, þekkir kannski ekki alveg skólamenninguna hér, var ekki sjálft hér í skóla sem barn eða unglingur, að þetta samtal verður að vera mjög öflugt. Nú leiðarljós stefnunar, þar kemur fram að í fjölmenningarlegu skóla- og frístundastarfi nái öll börn árangri í námi og leik, standi vel að vígi félagslega og fái tækifæri til að vera stolt af bakgrunni sínum og menningu. Og það í gegnum þessar 3 meginstoðir, foreldrasamstarfið, íslensku sem annað mál og svo fjölbreytta kennslu og starfshætti sem að við viljum gjarnan ná markmiðum stefnunar. Nú uppbygging stefnunar, ég ætla ekki að dvelja lengi við það, en þar erum við bæði að geta þessara helstu meginstoð og markmiða. Við erum að lýsa hlutverki starfsstaðanna annars og lýsa hlutverki aðalskrifstofu hins vegar. Við leggjum mjög mikið upp úr praktískum þáttum í þessari stefnu, enda finnum við það bæði á þáttakendum í starfshópi sem og þeim sem hafa setið hjá okkur í rýnihópum og með okkur og komið að máli við okkur eða mætt á málþing og ráðstefnur og annað sem við höfum staðið fyrir, að fólk kallar eftir hugmyndum, kallar eftir svona góðum og farsælum verkefnum, kallar eftir ítarefni, eftir gáðlistum, eftir öllu því sem stutt getur við gott fagstarf. Í þeim anda þá leggjum við líka mikla áherslu á að þessi stefna, hún sé ekki viðbót, því við erum auðvitað alla daga að vinna með þennan risastóra hóp barna sem hefur annan uppruna en íslenskan í skólum og frístund.
en að þessi stefna hún geti fléttast saman við þær áætlanir sem við erum að vinna í dag og okkur gert að vinna samkvæmt lögum. Til að mynda jafnréttisáætlanir, til að mynda læsistefnu leikskólans, þar sem mjög sterkt kveðið á mikilvægi móðurmálsins og hvernig ber að vinna með læsi á leikskólastiginu þegar börn hafa annað móðurmál en íslensku. Nú grunnskólarnir eru að móta lestrarstefnu eða hafa mótað og þannig að þessi stefnumótun nýtist starfsfólki til stuðnings góðu starfi. Aðeins varðandi áherslu starfshópsins á virkt tvítyngji og móðurmál. Þar eru við að fjalla það sem að rannsóknir hafa í svona meira og meira mæli beint sjónum sínum að og það að móðurmál annars vegar og nýja tungumálið hins vegar getur hvort án hins verið. Þetta eins og stigi sem barnið klifrar upp og ef að vantar aðra rána að þá eðlilega kemst barnið ekki langt. Hér tökum við utan ýmislegt sem bendir til þess að virkt tvítyngji styrkir og hefur jákvæð áhrif á námsárangur á meðan að málskipti eða sú hugsun að barn fari yfir eitthvað þröskuld þegar það fer frá einu land til þess næsta og skilji móðurmálið sitt eftir við þröskuldin, sú hugsun einfaldlega ekki rétt og ekki góð fyrir barni sem að læra nýtt tungumál. Færni í móðurmáli segjum við hér lykill að því að læra annað mál auk þess sem hún líklegri til að styðja við vitsmunalegan þroska á öðrum sviðum. Við erum að vísa hér í mjög margar rannsóknir og sérfræðingar sem að vinna mikið með þessi mál, meðal annars þá sem að þróað hafa málkönnunartæki sem að flestir í grunnskólum kannast vel við, heitir Á milli mála og notað til þess að meta raunverulega stöðu barna í íslensku. Við höfum svona í gegnum tíðina haldið ýmsu fram varðandi málskipti eða máltöku þar að segja á íslensku. Í dag vitum við miklu meira en við vissum þegar ég var að skoða þessi mál fyrst fyrir 7 árum. Til dæmis vitum við það að það getur tekið alltaf 7 árum að ná færni og skilningi á dýpri þáttum málsins. Við vitum líka í dag að barn þarf að dvelja 50% af sínu vökutíma í nýja málumhverfinu til þess að það geti með góðu móti náð tökum á dýpri þáttum tungumálsins. Og skóladagurinn ekki það langur að það sé 50% vökutíma barna og þess vegna tökum við mjög sterka afstöðu í þessari stefnu til frístundastarfs og til mikilvægi frístundaheimila og til mikilvægi frístunda loknum skóladegi hjá eldri börnunum. Af því að þar verður mjög mikið til af því sem þarf til þess að barna á góðum tökum á nýju tungumáli. En við erum ekki bara að horfa á frístundaheimili eða frístundastarf með tilliti til máltöku, heldur erum við líka að horfa á þá staðreynd að í frístundaheimili og í frístundastarfi fá börn að njóta sinna styrkleika. Þau fá að njóta annars konar styrkleika heldur en í skólanum. Og þar eru þau auðvitað líka í frjálsum leik og eru að eignast vini og gera svo ótal margt sem svo mikilvægt. Þannig að við leggjum mikla áherslu og tökum mjög sterka afstöðu til þess að frístundin, frístundastarfi, frístundaheimilin séu gríðarlega mikilvægur þáttur í þessu. Nú í stefnumótuninni eru að sjálfsögðu að finna tillögur, bæði varðandi virka tvítyngju og móðurmálið, varðandi fjölbreytta kennslu og starfshætti og ýmislegt það sem að starfsstaðir sem og skóla- og frístundasvið aðalskrifstofa getur gert til þess að stuðla að markmiðum stefnunar. Til að mynda leggjum við mikla áherslu á fræðslu, ýmiss konar fræðslu, bæði að farsæl verkefni spyrjist vel út og við séum alltaf að læra hvert að öðru, að málkönnunarprófið milli mála sem í fyrsta sinn í raun að segja okkur nákvæmlega hver staða barna í íslenskunni, þessari akademísku íslensku, hver hún Og þetta hefur mjög áskort og við höfum þess vegna verið að úthluta fé eftir mælistiku árafjölda, hversu lengi barn hefur verið á Íslandi sem segir oft ekki nema hálfa söguna. Þannig að núna getum við séð miklu betur með málkönnunarprófinu sem í rauninni núna í vetur verið að leggja fyrir í öllum grunnskólum í Reykjavík. Að það að segja okkur raunverulega stöðu sem gefur okkur auðvitað strax og gaf okkur strax þegar við vorum að þróa mælitækið mjög sterka vísbendingu um að við værum ekki að veita nógu miklu fé.
Það blasir alveg við. Og það klárlega hluti af þessari stefnumótun að við erum dálítið ávarpa þá staðreynd að það þarf meira fé að koma til. Og það svo kannski verkefni næstu borgarstjórnar og næsta skóla frístundaráðs að taka afstöðu til þess, en við höfum fengið mjög djúpa umræðu þessi mál inn í ráðinu. Það ættu allir að vera ágætlega vel heima í þessari þörf. En við erum líka að segja að frístundamiðstöðvar eigi jafnframt að geta sótt úthlutun til barna sem að koma ný inn í frístundaheimili, því þar fer svo óskaplega mikilvægur hluti námsins fram og hluti þessara markmiða að barn sé 50% vökutímans í íslensku málumhverfi fyrir utan félagslega þáttinn og að kynnast krökkunum í hverfinu og að finna sig á heimavelli. Aðeins varðandi foreldrasamstarfið, að þá segjum við í stefnunni að við búum auðvitað hér í fjölmenningarsamfélagi, það þarf ekki að taka það sérstaklega fram. Við erum með fjölbreytta fjölskyldugerðir og við erum með mjög mismunandi þarfir fjölskyldna og eins og ég sagði áðan þá þarf ekki það sama að henta öllum fjölskyldum. Þegar barn sem talar annað móðurmál en íslensku byrjar í skóla eða í frístundastarfi, þá helst frístundaheimili, þá ætti að leggja sérstaka rækt við það að byggja upp samskipti og vera í góðu samtali það hvernig þessi samskipti eiga að vera. Því það ekki það sama sem hentar öllum. Það tölvupóstur, það miða heim í tösku, hvað það? Og í stiklum sem að finna í þessari stefnumótun sem svona þessi praktíska verkfæra kista getum við sagt, þar sem við reynum að ná í því meira því betra af góðum hugmyndum og ítarefni og öðru því sem aðstoða getur við gott fagstarf. Þar til dæmis að finna dæmi samning samskipti sem á sér erlenda fyrirmynd. Það líka til staðar þessi leið í bæði skólum og frístund og hefur gefist mjög vel og við hvetjum til þess að foreldrar og skólar hugi að slíku. Síðan verðum við alltaf að hugsa upplýsingagjöfin okkar. Hún nægjanleg? Hún alltaf bara ná til þessara 90% foreldra og þessi 10% standa út af borðinu? Á hvaða tungumálum sendum við upplýsingar? Og svo framvegis. Og það mjög víða verið að þróa þetta áfram og mjög hratt. Ég fæ alla pósta frá frístundaheimilum minna barna á 2 til 3 tungumálum og það hefur svo verið langt skeið. Og svona getum við endalaust komið betur til móts við margbreytileikann í Reykjavíkurborg. Stefnan var í drögum send til umsagnar stjórnenda í leikskólum og grunnskólum og frístund. Við vorum auðvitað inn í starfshópnum með frábæran aðgang að fulltrúum þessara hópa og við vorum líka þarna með fulltrúa foreldra, barna af erlendum uppruna og svo framvegis. Við sendum hana líka til kennsluráðgjafa og svona sérfræðinga á sviði fjölmenningarlegs skóla og frístundastarfs. Flestar athugasemdirnar voru mjög jákvæðar, það var mikil jákvæðni í garð þessara vinnu og fólki þótti mikilvægt að nú var í borgin búin að móta sér svona ákveðna stefnu í þessum málum, þó svo að í framkvæmdin og í grasrótinu væru þetta allt á flegi ferð og búið að vera þannig áratuga lengur. Athugasemdir eða ábendingar voru gjarnan annarkvort það að það væri of mikil áhersla á móðurmálið, annan hlutan af steganum, eða of mikil áhersla á íslenskuna sem hinn hlutin af steganum. Og við tókum við af þeim ábendingu þar að segja, við segjum að hugmyndafræði stefnuna byggir á niðurstöðum rannsókna, bæði hérlendis sem erlendis, sem segja okkur að hvort tveggja styðji við hitt. Við getum ekki skilið tungumál barnanna eftir við þröskuldin þegar það gengur inn fyrir skóladyrnar eða inn í frístundaheimilið eða til landsins, heldur verðum við alltaf að halda á lofti mikilvægi móðurmálsins. Hluti af tillögunum snýr að eflingu móðurmálskennslu. Það hefur verið dálítið í fjölmiðlum og vel að það sé athygli á þennan mikilvæga þátt. En við erum sumsé að gera tillögum okkar og vonandi munu þær rætast á næstu árum og tökum þær bara hægt og rólega og í áföngum að farkennarateymi fari á milli og þá erum við að horfa á þessi algengustu móðurmál barna og ungmenna í skóla og frístundastarfi. En við erum líka að hugsa svona ólíka tegundir af stuðningi og horfum þá til fordæmis leikskólana í Reykjavík sem að hafa verið með pólskumælandi ráðgjafa í sinni þjónustu sem hefur farið á milli þar sem börn kom í aðlögun af pólskum uppruna
Og hann hefur ekki gegnt hlutverki beinlínis túlks og ekki beinlínis móðurmálskennara, heldur allt í senn. Verið nokkurs konar menningartúlkur, brú á milli pólskunnar og íslenskunnar, brú á milli Póllands og Íslands og verið svona haukur í horni þar sem að börn af pólskum uppruna hafa komið inn í leikskólan. Og þetta er dæmi mjög farsælt verkefni sem vel er hægt að útfæra fyrir bæði grunnskóla og frístund. Annað það sem að þessi starfshópur hefur fengist við á síðustu 4 árum eru ótal mörg verkefni. Það kannski ber þar hæst innleiðing á þessu málkönnunarprófi millimála sem ég er búin að minnast ótrúlega oft á, en það er líka vegna þess að það er ótrúlega mikilvægt. Og það er mjög mikilvægt að við eigum núna tæki sem mælir raunverulega stöðu barna svo við getum komið til móts við þar sem þau eru. Og það skal vera sagt hér og hefur verið sagt í ráðinu og það hefur verið fjallað víðar að þegar við prófum þetta tæki á tiltölulega stórum hópi barna sem er af erlendum uppruna eða hefur annað móðmál en íslensku í skólunum okkar, þá komið auðvitað í ljós miklu stærri hópur sem þyrfti úthlutun sem var ekki að fá hana. Staða barnanna var ekki eins góð og úthlutunarlíkanið okkar sagði til Og það einfaldlega segir okkur að við þurfum að gera breytingu hér á. Og þessi vetur hefur verið nýttur til undirbúnings þess, mætti segja. Eins og ég segði áðan, og svo ég horfi nú að því ég er búin að vera að horfa núna 4 ár aftur í tíman, nú ætla ég að fá að horfa fram í tíman. Við segjum að innleiðingar tímabili sé 3 ár, að stefnan verða fullu innleitt árið 2017 og ávarpum það mjög skýrt að innleiðingin mun krefjast meira fjármagns sem við höfum þegar ávarpað í fjárhagsáætlunardrögunum fyrir næsta ár. Þar ber hæst þessi breyting hugsanleg á úthlutun sem er þá vegin og metin út frá raunverulegri þörf barnanna út frá þessu málkunnaprófi. Við erum líka að hugsa þetta farkennarateymi sem ég lýsti hér áðan varðandi móðurmálið. Við viljum gjarnan að túlkapottur, þar að segja ef kalla þar til túlk í leikskólum, grunnskólum eða frístund, það verði miðlægt. Það verði ekki hver og einn starfsstöð sem taki aðstöðu til þess hvort að túlkur verði pantaður. Þetta hefur verið dálítið óskýrt. Þetta er mjög skýrt í leikskólunum, þar er hann bara miðlægt greiddur alltaf, þannig að túlkar eru aldrei sparaðir. Við notum túlka, við þurfum túlk, við erum dálítið að segja það. Og við gerum það að til okkur að við höfum túlkapottin miðlægan en ekki eins og fyrirkomulagið er í dag. Síðan erum við líka að gera tillögu sérstakan fjölmenningarsjóð sem færi þá til verkefna sem styðja beinlínis við innleiðingu þessara stefnu. Það verður þá jafnt verið að horfa til leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs. Jafnvel gætu skólar og frístundaheimili tekið sér saman og sótt ef að það er mikil aukning barna eða ef að það eru svona sérstök aðkallandi verkefni sem að styðja við það að það fari fjármagn og sérstökum fjölmenningarsjóði. Nú svo að lokum, eins og ég sagði áðan, þá þykja mér mikil tíðindi í því að hér liggi fyrir stefnumótun sem tekur til allra þátta í lærdómsumhverfi barna og ungmenna, það er að segja bæði leikskólans, grunnskólans og frístundastarfsins. Stefnan er unnin á mjög löngum tíma og í góðri sátt allra hagsmunaaðila. Það var mikil upplýsingagjöf í ferlinu sjálfu, við héldum málþing og ráðstefnur og allt með tókum þátt í ráðstefnum og málþingum sem aðrir sem að vinna að framgangi fjölmenningar hér í borg eða á höfuðborgarsvæðinu. Og fyrst og síðast þá er hér að ræða gagnrýndar aðferðir, bæði byggt á okkar íslenska veruleika sem og aðferðum sem hafa gefist mjög vel hjá öðrum þjóðum. Við erum að tala praktíska ráðgjöf og mikla áherslu á fræðslu og við séum að læra hvert af öðru. Mig langar að fá að lesa upp hér örstutt. Við vorum svo lánsöm að fjölmargir voru tilbúnir að vera glögg gests augu eða lána okkur sín glöggu gests augu á þessa stefnu og þessa stefnumótun alla og fengum hér ummæli frá fjölbreyttum hópi fólks, eða svona gullkorn eða hvað við getum kallað það. Til að mynda er hér frá leikskólakennara á Laugasól sem heitir Anna Margrét Þorláksdóttir, með leyfi forseta, hún segir: ef við þurfum að teygja okkur aðeins lengra til að ná samstarfi við suma foreldra þá er mikilvægt að við gerum það, því það skilar sér margfalt tilbaka. Nú, borgarstjórinn í Reykjavík segir, með leyfi forseta: fólk er eins og snjallsímar, þeir eru ólíkir og með alls konar möguleika, það er ekki útlitið eða liturinn sem skiptir aðalmáli, heldur hugbúnaðurinn.
Og Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, segir með leyfi forseta borgarstjórnar: Íslenskan eins og við öll vitum móðurmálið okkar og það ber okkur að varðveita hverja stund. En við höfum líka að bera virðingu fyrir öllum erlendum tungumálum og skilja að þau eru jafn dýrmæt og íslenskan okkur. Og hér starfsmaður í frístundamiðstöð, hér starfsmaður í Fellaskóla, kennari í Fellaskóla, Valgerður Eiríksdóttir, sem hittir naglann á höfuðið að mínu viti og segir með leyfi forseta: fjölbreyttir kennsluhættir eru drifkrafturinn í öllu skólastarfi. Valgerður var ein þeirra sem satt í starfshópnum. Örstutt að lokum þá langar mig að fá að þakka þeim sem sátu í þessum starfshópi. Það var meðal annars Eva Einarsdóttir sem hér situr og Óttar Proppé sem farinn til annarra starfa hér hinum megin við Vonarstrætið. Hann leiddi þennan starfshóp til þess að byrja með og fól mér svo að klára þessa vinnu þegar hann fór á Alþingi. Og öllum öðrum sem tóku þátt í starfi starfshópsins heimsóttan eða gáfu okkur góð ráð og auðvitað skóla- og frístundaráði og svo borgarstjórn. Og ég legg til að þessi stefnumótun verði samþykkt. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að komast á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil fagna því að tillaga að stefnu í fjölmenningarlegu skóla- og frístundastarfi liggur hér fyrir og þakka formanni skóla- og frístundaráðs, borgarfulltrúanum Oddnýju Sturludóttur, fyrir að kynna hana hér fyrir okkur. Það var farið yfir hana í stórum dráttum og ég vil taka undir þakkir til þeirra sem hafa unnið að þessu máli. Bæði starfshópsins og þeirra fjölmörgu sem veittu þessum starfshópi ráðgjöf og upplýsingar. Ég sat ekki sjálfur í hópnum en fylgdist með úr fjarlægð og gat ekki betur séð að þarna hefði bara afar vel og faglega verið staðið að verki. Hópurinn tók sér tíma í verkið, kynnti sér málefnið frá ýmsum hliðum og afraksturinn liggur fyrir hér, borgarfulltrúar góðir, eins og við getum kynnt okkur. Við sjáum að í þessari stefnu tekið á fjölmörgum málum sem fundið hefur verið við okkur borgarfulltrúa á undanförnum árum eða réttar sagt við höfum fengið ábendingu hvað betur mætti fara. Við sjáum að þarna það margt stefnan að mörgu leyti metnaðarfull. Þarna eru lagðar til úrbætur á ýmsum sviðum, tillaga að breyttu verklagi, tillögur að meira samstarfi á milli aðila í þessum geira, ekki síst sviða borgarinnar sem við vonum að sjálfsögðu gangi eftir. Ýmislegt þarna mun valda meiri kostnaði og því ekki alveg auðvitað svarað á þessari stundu hvernig þeim kostnaði hefur verið mætt. Það að máli búast við því að það verði meiri kostnaðar í ýmsum tilvikum. En þannig það bara oft þegar við samþykkjum stefnu. Hver sem við samþykkjum stefnu þá stefnan kannski ekki full fjármögnuð í öllum tilvikum en það búið að varða veginn og minnsta kosti þetta svona pólitísk sýnir það hvert við borgarfulltrúar viljum stefna næstu árum og sjálfsög getur einhver tíma að ná þessu öllu fram. Það alveg rétt sem borgarfulltrúinn hér undan mér sagði að það mjög mikilvægt að byggja brú á milli móðurmáls barna og skólamálsins. Þarna þarf öflugur stuðningur að koma til. Það í sjálfu sér ánægjulegt að það gert ráð fyrir því að fjármagn vegna túlkaþjónustu verði miðlægt í grunnskólanum og verði miðlægt. Maður hefur ekki ábendingar þetta hefur ekki verið alveg skýrt og að sjálfsögðu ekki gott að þarna sé einhver munur á milli og að skólar geti ekki, það sé sumir skólar þar sem hátt hlutfall barna af erlendum uppruna þurfi að skera jafnvel niður í annarri starfsemi eða ekki veita nýbúum þá þjónustu sem þeir myndu annars vilja vegna þess að þetta fer að skornum skammti. Með því að gera þetta miðlægt þá ætti að vera hægt að tryggja að sem jöfnust þjónusta verði veitt alls staðar og þá vonandi sem best þjónusta verði veitt alls staðar.
Þannig að það er tvímælalaust til bóta. Nú, einnig er hér kveðið á að húsnæði skóla- og frístundasviðs geti nýst til móðurmálskennslu. Hér er nefnt á laugardögum eða bara eftir að skóla lýkur. Það er, ég veit að þetta húsnæði nýtist nú þegar, en það hefur kannski verið örlítið misjafnt eftir skólum og ekki kannski verið jafn sjálfsagt alls staðar að fá slíka aðstöðu. Þess vegna er mikilvægt að það sé bara gefið út með beinum hætti að við viljum að húsnæði sé nýtt í þessu skyni. Og þetta með þekkingarteymi grunnskólakennara annars vegar og frístundastarfsfólks hins vegar er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að þessi tveir góðu hópar, þeir miðli með í þekkingu sín á milli í þessum málum og reynda fleirum og alveg ljóst og almennt viðurkennt held ég að þessi góðu hópar geta hvor af öðrum lært og það mjög mikið. Einnig er hér kveðið á hlutverk bókasafnana eða borgarbókasafnsins og svo bara skólabókasafnana í þessu skyni, og þar held ég að sé mikið sóknarfæri því að þegar maður hefur heimsótt skólabókasöfn borgarinnar og ekki síst í þeim hverfum þar sem er hátt hlutfall innflytjenda, þá sér maður að bókakostur mætti víða vera betri, og það fer að rauninni að einhverju leyti virðist að fara kannski eftir bara einstaklingsbundnum áhuga viðkomandi bókasafns umsjónarmanns eða skólastjóra hvernig úr þessu er bætt. Ég veit að einhverju leyti er lánað á milli skóla. Það er jafnvel fengnar að láni bækur frá Selfossi, bækur á öðru tungumáli, og þarna er ég viss að hægt að standa betur á málum því í sjálfu sér er kostnaður ekki svo gífurlegur við að koma sér upp bókakosti á öðru tungumáli, og þar var líka hægt að vissum að borgin geti farið út í spennandi samstarfsverkefni, og ég hef meira sér átt samtölu við það og fengi ábendingar það að það sé hægt að þróa það áfram, til dæmis með samstarfi við sendiráð erlendra ríkja hér á Íslandi og jafnvel með samstarfi við menningarstofnanir eða móðurmálsstofnanir viðkomandi landa. Og bara svo dæmi sér tekið að sums staðar hefði maður kosið að sjá meiri bókakost af pólskum bókum. Þetta er mjög fjölmennur hópur hér og auðvitað er erfitt að koma til móts við alla tungumálahópa í öllum bókasöfnum borgarinnar, en ég hef á tilfinningunni að þessu þurfum við að gefa meiri gaum borgarfulltrúar góðir, og mér skilst að fyrir frekar litlar fjárveitingar, kannski bara 1 milljón eða örfáar milljónir króna, þá væri hægt að gera mikið í þessum málum og vonandi byrgja okkar góðu bókasöfn upp af fleiri bókum á erlendum tungumálum, því að sjálfsögðu eins og við getum hér áðan, sjálfsögðu leggjum við áherslu á íslensku kennsluna, en það er jafnframt svo mikilvægt að leggja áherslu á kennslu á erlendum tungumálum fyrir þau börn sem tala þau tungumál, og tryggja þeim þá aðgang að ákveðnum bókakosti, ekki bara námsbókunum. Við hljótum öll að geta sett okkur í spor barna sem eru erlendum uppruna, eru hér, eru að læra eigin móðurmál, en auðvitað er hætt við að það komi niður áhuganum ef maður hefur eingöngu námsbækur til að lesa. Ég veit ekki hvernig það hefur farið í mínu námi ef maður ekki haft aðra bækur en námsbækurnar til þess að líta í og lesa. Þannig að það er gott eitt þetta að segja. Ég vil hér að lokum hnykkja aðeins á íþróttamálunum. Þau eru mjög mikilvæg í þessu sambandi, og auðvitað eins og við vitum þá sjáum við fyrir okkur að íþróttamálin og skólamálin þau verði samræmt betur á næstu árum. Hefur reyndar átt sér stað ákveðin þróun að því marki á undanförnum árum, og á þessu kjörtímabili þá hefur aðgangur íþróttafélagana í Reykjavík verið töluvert þrengdur að grunnskólanum. Það hefur verið látið átölulaust auðvitað árum og áratugum saman að íþróttafélögin hafa með einhverjum hætti komið inn í skólana
og kynnt starfsemi sína. Þetta hefur verið þangað til á kjörtímabilinu, var auðvitað bara undir stjórn hvers skólastjóra og ég held að það hafi bara gengið vel. Auðvitað voru dæmi það að kynningar íþróttafélagana voru kannski full miklar í einhverjum tilvikum, það var bara viðkomandi skólastjóra að taka á því og það ríkti bara friður og ánægja með þetta víðast hvar. En með breyttum reglum aðgang svokallara utanaðkomandi aðila að skólum borgarinnar þá hefur þetta orðið með einhverju leyti erfitt og við höfum heyrt þessi mál frá íþróttafélögum í borginni og meðal annars voru sum íþróttafélögin farin að beina kynningu sinni sérstaklega að börnum af erlendum uppruna. Nú við vitum að getur með sér nefnt dæmi það að börn og unglingar af erlendum uppruna sem áttu erfitt með að aðlagast, þau náðu ákveðinni aðlögun í gegnum íþróttirnar. Mér var sagt frá einu dæmi úr einu hverfi borgarinnar þar sem fjölskylda kom sem flóttamenn frá stríðshrjáðu svæði í útlöndum og þeir sérfræðingar sem tók á móti þessari fjölskyldu, þeir sáu strax að þessi aðlögun yrði mjög erfið. Þessi fjölskylda átti miklum erfiðleikum, var að sumu leyti illa farin. Krakkarnir höfðu misst úr skóla, þannig að það var ljóst að það þurfti mikinn stuðning til þess að koma fjölskyldunni bara á sporið og koma börnunum í skóla og láta þau ná sínum jafnréttum svo framvegis. Þannig að menn og það sannaðist bara strax á fyrstu skóladögum að þetta yrði ekki auðvelt verkefni og myndi taka á og gekk reyndar ekki alveg nógu vel í fyrstu. En síðan gerist það að börnin eða krakkarnir þau fara á íþróttaæfingu hjá íþróttafélaginu og þar blómstraði algjörlega frá fyrstu mínútu og slá þar raun í gegn. Og þar gátu þau í fyrsta sinni, má segja svo, verið börn með börnum. Þetta hafði ekki gengið nógu vel inn í skólanum, en leið og þau kom á íþróttavöllin kom til ljós að eins og við vitum að íþróttir eru alþjóðlegar og krakkarnir hefur stundað íþróttir í sínu heimalandi og þetta gekk mjög vel á íþróttavellinum og það tókst síðan einhvern veginn að yfirfæra þessa jákvæðu reynslu eða jákvæða frammistöðu sem krakkarnir gátu sýnt á íþróttavellinum, þannig að þetta gat orðið jákvætt í skólanum einnig. Og þetta sýnir bara, færir okkur einu sinni heim sannin það hvað íþróttir eru æskilegar og hvað það er æskilegt að íþróttirnar í Reykjavík og skólarnir séu í góðu samstarfi og í vetur þá ræddum við þetta á vettvangi íþrótta- og tómstundaráðs og við sjálfstæðismenn fluttum tillögu það að íþróttafélögum í Reykjavík gera niðurgefinn kostur á að kynna starfsemi sín í grunnskólum borgarinnar og jafnframt yrði efnt til átaks í því skyni að hvetja börn og unglinga af erlendum uppruna til þátttöku í íþróttaæskulistarfi. Það var gert ráð fyrir því að íþróttafélögin fengju aðstoð borgarinnar til að kynna starfsemi sína í ákveðnum grunnskólum á fleiri tungumálum en íslensku og með aðstoð túlka þar sem því verður við komið, til dæmis með sérstökum kynningarfundi fyrir foreldra og nemendur að hausti. Og þetta er vegna þess að við vitum að það hefur ekki gengið nógu vel víða þar sem í skólum þar sem eru margir innflytjendur að fá foreldra þessara barna á fundi í skólanum og koma þeim í þetta starf og þess vegna teljum við að það þurfi að grípa til sérstaklega aðgerða í því skyni. Nú þessari tillögu hún hefur svona eiginlega hrakist borgarkerfi síðan í vetur, henni var vísað til mannréttindaráðs, hún hefur verið tekið til umræðu þar. Ég held að mannréttindaráð hafi ekki samþykkt hana, heldur vísað henni aftur til íþrótta- og tómstundaráðs. Þannig að ég held að það gerist þó sem ekkert meiri í þessu máli á kjörtímabilinu, en þetta er mál sem við borgarfulltrúar þurfum tvímælalaust að skoða betur í nefndum borgarinnar og skoða með hvaða hætti. Við tryggjum sem mesta virkni barnavelendum uppruna, ekki bara í sjálfum skólanum, heldur líka í því sem við höfum stundum kallað þessu víðtæka lærdómsumhverfi barna sem íþróttirnar hljóta að sjálfsögðu að heyra undir, því að ef vel er að verki staðið þá eru íþróttir bara einn þáttur menntunar. Þetta vil ég nefna og þessu tel ég að við eigum að huga vel að, en vil svo aftur að lokum bara ítreka
ítreka ánægju mína með þessa stefnu í heild. Ég tel að hún eigi eftir að verða til stuðla góðri framþróun þessara mála í Reykjavík og þakka öllum fyrir sem að þessari stefnumótun komu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá ætlar borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir að koma hingað upp og ljúka umræðunni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara fá að koma hér upp og þakka borgarfulltrúi Kjartani Magnússyni fyrir hans orð og lít svo á að það sé mikil og góð sátt stefnuna í borgarstjórn. Mér langaði svo að fá að lesa upp ummælin sem ég var að leita að hér áðan og fann ekki, sem að koma frá deildarstjóra unglingastarfs í frístundamiðstöðinni Kampi, því að mér finnst svo mikilvægt að stefnan endurspegli viðhorf þeirra sem að starfa með börnum af erlendum uppruna með annað móðurmál en íslensku, bæði í leikskólum, í grunnskólum og í frístund og til þess að styrkja þær áherslur okkar í starfshópnum með hvað allt þetta þrennt, leikskólinn, grunnskólinn og frístund og svo foreldrasamtalið og foreldrarnir og fjölskyldurnar sem fjórða víddin, hvað þetta skiptir allt miklu máli. En með leyfi forseta, þá ætlum ég að fá að vísa hérna í hann Bjarna Þórðarson sem segir: í frístundastarfi barna og unglinga skapast félagsleg tengsl sem grunnur fjölmenningarlegs samfélags. Ávinningur frístundastarfs verður aldrei metinn í einkunnum heldur í góðverkum framtíðar. Og þykja mér þetta góð ummæli. Og að lokum ætla ég, í ljósi þess að þetta nú næst síðasti fundur minn hér í borgarstjórn og ætli þetta hafi ekki verið fyrsta málið sem að ég talaði fyrir í borgarstjórn á sínum tíma, það að útbúa framkvæmda eða aðgerðaráætlun í málefnum fjölmenningar fyrir 7 árum síðar. Þá þykir mér mjög viðeigandi og fyrir mig ákveðin persónulegur ávinningur að fá að ljúka dvöl minni hér með því að þessi stefna sé samþykkt. Mér þykir afar vænt þennan málaflokk eða þessi mál sem tengjast börnum af erlendum uppruna og börnum með annað móðurmál en íslensku og hvet næstu borgarstjórn til þess að halda þessari vinnu mjög á lofti og láta ljósið halda áfram að skína á öll góðu verkefnin, til dæmis í Efra Breiðholti sem við höfum margoft fengið kynningu á, þannig að við getum haldið áfram að byggja upp jöfnuð í okkar samfélagi þar sem öll börn fá tækifæri til þess að þroska sína hæfileika. Borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessari tillögu og telst umræðu lokið. Við berum tillöguna upp og langar mig að biðja borgarfulltrúi að ganga inn í borgarstjórnarsal. Þá tillaga borin upp tillaga stefnu í fjölmenningarlegu skóla- og frístundastarfi, samanber 28. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. maí þegar borgarfulltrúar sem samþykkja hafa vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við förum í 3. dagskrárlið.